Núna erum við í Pakistan. Það kom vatn, kom frá öllum áttum. Við vorum heima, pabbi var í vinnunni. Við bjöggum til kofa, settum allar eigur þar inn. Flóðið sópaði kofunum líka í burtu. Hamfaraflóð eyðilögðu allt sem Daniel þekkir. Hann og bróðir hans eru enn hræddir við vatnið. Þeir fara nú aftur í skóla með aðstoð UNICEF. Flóðin 25. júlí gjöreyðilögðu skólann okkar. Flóðin vöktu ótta hjá þeim. Kannski var þetta í fyrsta sinn sem þau upplifa hörmungar. Og svo voru það allar byggingarnar sem hrundu. Þetta getur haft mikil áhrif á börn. Í þessum skóla munum við læra að verða eitthvað eins og læknir eða yfirmaður, alveg eins og þú hefur lært með góðum árangri.